Kristinn er með rannsókn þar sem hann er að bera saman tvö hlutföll. Annars er hann að skoða hlutfall karlmanna í úrvalsdeildum sem eru örfættir og hins vegar hlutfall kvenmanna. Hann fær hlutfall karlmanna sé 11% og hlutfall kvenmanna sé 9%. Hann hefur áhuga á því að kanna hvort að það sé einhver munur á þessum hlutföllum milli kynjanna. Þegar framkomur svona tilgátupróf þá er alltaf hefð fyrir því að kalla þessi tvö hlutföll, P1 og P2, og núlltilgátan er alltaf hlutlausa ástandið, hlutlausa ástandið að hlutföllin tvö sé í raun og veru þau sömu. Þannig að núlltilgátan okkar er alltaf eins að fyrra hlutfallið sé það sama og seinna hlutfallið. Þar sem P1 var hlutfall karlmanna og P2 var hlutfall kvenmanna sem var örfætt. Hann reiknaði 95% öryggisbil fyrir mismun þessara hlutfalla og hann fékk þetta hérna öryggisbil. Þegar við reiknum öryggisbil í svona dæmum þá erum við alltaf að reikna öryggisbil fyrir þessa stærð mismun hlutfallanna tveggja. Og hann fékk öryggisbili fyrir þennan mismun væri frá 0,01 upp í 0,03. Sambærilega ástandið við það að þessi tvö hlutföll séu þau sömu er það að mismunur hlutfallanna sé enginn. Ef eitthvað tvennt á að verða sama þá þýðir að munurinn á milli þeirra er enginn. Þannig að það sem svarar til núlltilgátuna okkar er að þessi hérna mismunur sé 0. Við erum alltaf með þessar tvær hliðar á sama pening að það er það sama að hafna núlltilgátu, að öryggisbilið sem við reiknum innihaldi ekki hlutlausa gildi hér. Og hér horfum við fyrst og fremst á að það inniheldur þetta öryggisbil töluna 0 eða ekki. Því að það að P1 jafnt og P2 er það sama að mismunurinn og P1 og P2 sé 0. Þetta öryggisbil inniheldur ekki töluna 0, tala 0 er þar fyrir utan. Þannig að við erum samferða að munurinn á P1 og P2 sé jákvæður, hann sé meiri 0. Ef við erum samferða að munurinn sé jákvæður, þá teljum við að fyrri talan sé stærri en svo seinna. Þannig að við getum hafnað núlltilgátunni og við getum sagt að er munur á þessum hlutföllum og við getum fullyrt að hlutfall karlmanna sem er örfætt er meira en hlutfall kvenmanna sem er örfætt.